Sælt veri fólkið og velkomin með mér í Glettur. Sólin á lofti í dag, það bjart veður og segir mér þá ég held að sé bara komin vor ilmur í loftið. Og þó, páskahretið nú enn eftir. En við ætlum að koma víða við hérna á eftir, þetta verður svona svolítið rokkaður þáttur. Við byrjum á því að heimsækja krakka í Neskaupstað sem stigu á svið og settu upp litlu hryllingsbúðina. Nú svo förum við og fylgjumst með svokölluðum verkfundi á Egilsstöðum þar sem menn voru að bera saman bækur sínar varðandi skapandi hönnun. Og svo förum við aftur upp á leiksviðið og fylgjumst með krökkum í menntaskólanum á Egilsstöðum. En við byrjum hjá nemendum í verkmenntaskólanum í Neskaupstað. Það mikill tónlistar- og leiklistaráhugi í Fjarðabyggð, ekki síst meðal unga fólksins. Fyrr í vetur sögðum við frá sýningu á söngleiknum með Allt á hreinu sem grunnskólanema setti upp í Egilsbúð. Nú erum við aftur komin þangað. Það spenna í loftinu því innan fárra mínútna á að hefjast sýning á litlu hryllingsbúðinni sem krakkarnir í Verkmenntaskóla Austurlands settu á svið. Það sem sé ekki ráðist á garðinn þar sem hann lægstur. En hvers vegna ætli þetta verk hafi orðið fyrir valinu? Bæði að því að við vorum bara með svo mikið af krökkum sem gátu sungið og höfðu langaði til þess og bara skemmtilegt verk. Já, þeir sem vildu fara á svið, þeir þurftu allir að fara söngprufur og gerðu það og að því að allir sem standa á sviði þeir syngja, alveg saman hvort þeir séu í kór eða í einsöng og þau gerðu það bara öll og sem vildu vera með. Það gekk vel. Burðarásin í þessu verki plantan ógurlega sem nærist ekki á því sama og flestar aðrar plöntur. Hún vil fá mikið blóð. Þú sér það að fækkar alltaf fækkar í leikaraliðinu. Þetta leikrit enda náttúrulega ekki eins og bíómyndin. Hún étur fólk. Já, hún étur fólk og svona, þannig að pínu grippa. Hún kennur grippa, frekja, vil fá allt strax og svona. Allt það sem hún vil. Hún er allavega mjög góð með mig. Ég er kannski spurning hvort að redda henni sig eitthvað blíðkana til. Hún leiðir vingol. Já, hún svolítið með mig. Það eru tveir leikarar sem ljá plöntunni rödd sína í leik og söng. Við þurfum bæði að kunna okkar texta í handritunum fyrir plöntuna og svo þurfum við bara að vinna mjög mikið saman. Sem ég ætlaði að fyndi að því að við vinnum saman líka utan leikhússins, þannig að það gekk mjög. Já, þetta var blóðug sýning og það mikið nákvæmnisverk að búa til blóð þannig að það verði trúverðugt. Á bakvið það liggur heilmikil galdraformúla. Þessi mjög sérvitur, hún vil bara blóð. Það leikfélagið Djúpi sem stendur að sýningunni en á bakvið það stendur Listakademía Verkmenntaskóla Austurlands. Já, Listakademían þannig uppbyggð að þetta valáfang í skólanum sem að allar brautir geta valið sér inn á og þau velja sig allt inn á haustin þannig að þau byrja þar í alls konar prógrami þar sem að við höfum keyrt haustið svolítið á gestakennurum og núna í haust vorum við meðal annars í dans og í silfursmíði og söng og vídeoanimation og svo fórum við leiklistanámskeið líka. Stundum erum við búin að velja verk fyrir næsta vetur, jafnvel á vori eða strax á hausti og þá þema dálítið svoleiðis í vinnunni sem við erum að vinna. En núna vorum við til dæmis ekki búin að velja neitt, þannig að við gátum svolítið verið skapandi og það litaði ekki neitt. Við völdum ekki þetta verk fyrir í byrjun nóvember. Krakkarnir telja að starfið í Listakademíunni og leikfélaginu sé bæði gefandi og þroskandi. Mjög skemmtilegt gerum alls konar fjölbreytt og svona mismunandi verkefni og taka þátt í mjög mörgu í kringum skólan og svona. Það kemur alltaf nýr hópur á hverju árið, þannig að það breytir alltaf. Einhver útskrifast og einhver koma nýr inn, þannig að það þarf alltaf nýja. Sýningin fékk bullandi aðsókn, spennan baksviðs hækkaði smátt og smátt eftir því sem nær dró sýningu og fólk fór að tínast í salinn.
Formaður félagsins tannlæknir í sýningunni en hvernig hafa æfingar gengið? Ég segi að það hafa bara gengið mjög vel. Það voru margir rosalega hræddir þetta myndi ekki nást, við þurftum að fresta. En Stefán, leikstjórinn okkar, hann náði að peppa alla upp og við rumpuðum þessu af, sem betur fer. Og svo það hann Baldur, hvernig gaur það? Hann svona mjög lítill í sér en samt vill gera stóra hluti í lífinu og mjög góðhjartaður og samt hálfgerður lúði. Og hún Auður, hver hún? Hún svona, hún þannig, hún vill alltaf svona halda friðinn og svona en hún samt alveg stundum pínu svona klaufaleg og já, svo náttúrulega struglar hana svolítið út af hún föst í svona ofbeldi sambandi og eitthvað. Ég hef aldrei sungið áður fyrir fram á fólk í rauninni, þannig að það mjög erfitt andlega og líkamlega. Þetta rosalega skemmtilegt, líka það er svo mikil fjölbreytni fyrir alls konar námskeið í veturinn, svo setjum við alltaf upp sýningu og það bara ofsalega skemmtilegt hvað hópurinn kemur alltaf saman líka. Það hefur ekki alltaf gengið átakalaust fyrir krakkana að komast til æfinga og sýninga því Oddsskarð hefur iðulega verið ófært í vetur. Já, ég fekk far með snjóslega hálfa leið og svo skutlaði bíll með hinn helminginn. Þegar við vorum komin í göngin þá átti einhver bíll að koma að sækja okkur en ég vissi það ekki, þannig að ég bara húkkaði mig það niður. Farið af kynjum þeim sá Farveitna bæði innanlands og utan Samskonar og kræsilegur Komum liðnum til sálar tjóns og ama Alls takaðu 50 manns þátt í sýningunni en var ekkert mál að manna öll þessi hlutverk. Já, ég geti trú að væri svona 50 manns sem kæmu að þessari sýningu. Bæði búningasögum og sviðsmyndasmíði og animation gerð og bara svona ýmislegt utanumhald. Í kjölfarið af kynjum þessu miklu allt frá Kúlusú til Ríó de Janeiro menn kynntust lúmskri típa lyfjagrasi já og glömftust til að gefa henni blóð Mestmegnis fundum við þetta fólk inn í skólanum og bara af áhuga og svo svona sér fólk eins og búningasaum og þá varum með okkur grunnskólakennari Þorfríður Soffía og Hafsteinn Hafsteinsson, listmálari, var með okkur í animation og svo vorum við með alls konar sviði úr samfélaginu í sviðsmyndagerðinni. Brynjar meðal annars trommarinn í hljómsveitinni og Stefán Mór kennari upp í skóla hjá okkur og svo var maðurinn minn hérna aðstoð okkur líka, Sigurjón Kristinsson.
Já, þetta var skemmtileg og metnaðarfull sýning hjá krökkunum í Verkmenntaskóla Austurlands í Neskaupstað og þess vegna ástæða til að klappa þeim lof í lófa. Þarna eru greinilega á ferðinni upprennandi listamenn sem eiga eftir að láta að sér kveða í framtíðinni. En að allt öðru, Austfirðingar hafa lengi vakið á sér athygli fyrir frumlega hönnun og handverk og í síðustu viku efndi Austurbrú til vinnustofu fundar í menntaskólanum á Egilsstöðum skapandi greinar. En það er áætlað að yfir 200 manns hafi lífsviðurværi af skapandi atvinnugreinum á Austurlandi. Þess vegna sé mikilvægt að skapa greininni framtíðarstefnu. Já, ég held að sé alltaf gott að vita hvert maður er að fara. Og við erum búin að vera að vinna í skapandi verkefni, Make by Þorpið, hér í 3-4 ár og þar hafa orðið til ýmis verkfæri og ýmsar afurðir og það er heldur mjög gott að staldra við og skoða eins hvar við erum stödd og taka stefnuna. Það eru tækifæri þarna úti og það er efniviður og ef við ætlum að vita hvert við erum að fara þá þurfum við að setja okkur markmið og fylgja þeim. Hönnunarstefnan er nýbúin að taka gildi frá 2014 til 2018 og það eru 3 stoðir sem hún byggir á og það er menntun og síðan þetta stoðkerfi og styrkjakerfi í rauninni og svo það sem við myndum kalla vitundavakningu. Það er í rauninni vakning á meðal landsmanna og stjórnmálamanna og þeirra sem starfa innan greinarinnar mikilvægi hennar. Við höfum verið að lesa þessu hönnunarstefnu og það er margt í henni sem að við höfum verið að vinna með og ætlum að vinna með og ég held að sé bæði dálítið merkilegt að við séum í raun og veru að kannski á pari, við erum að halda í við þá þróun og við erum að búa til suðupott og hér fyrir austan. Við viljum búa til áhugavert samfélag hér fyrir unga fólki okkar sérstaklega en auðvitað bara fyrir okkur öll sem að búum hérna og við viljum líka búa í fjölbreyttu samfélagi og áhugaverðu samfélagi og það skiptir miklu máli að við séum að vinna jarðveginn þannig að við fáum krakkana okkar heim aftur og þau komi með sína visku, allt það tengslanett og nám sem þau hafa aflað sér hérlendis og erlendis á þessu sviði. Það þarf ekkert alltaf marga til. Það er kannski frekar að það er bara kannski gæðin. Kannski höfum við bara það frjótt fólk og mikinn kraft að þú kemst hansi langt á því þannig að þú þarft ekki alltaf stórborgina til og þetta höfum við upplifað með þeim viðburðum sem hafa verið hérna á Austurlandi að erlendu ferðamennir eða listamennir sem koma þeir heillast af þessum krafti sem býr hérna og þessari sköpun sem er í rauninni mjög ríkjandi í öllum einstaklingum sem eru hérna fyrir austan, viljum við meina. Sko þetta er í rauninni eins og ég segi þá er þetta svona eins og mengi í atvinnustefnu. Og ef að landshlutin ætlar að verða eftirsóknarverður staður til að búa á og í rauninni það er vinsælt núna að tala samkeppnisstöðu og samkeppnishæfni þjóða, þá er samkeppnishæfni landshluta náttúrulega í stöður umræðu. Og ungt fólk mun mjög mikið þegar það er að velja sér búsetu til framtíðar, þá mun það horfa mjög til skapandi greina. Ég held að muni horfa mjög mikið til menntakerfisins eðlilega og þess framboð sem er fyrir börnin. Fólk vil auðvitað vera þar sem er gott framboð af skólum, ekki síst í listnámi og eins að það sé einhvers konar gerjun og framtíðarsýn í samfélaginu. Þannig að það sé framtíðarsamfélag. Bara ef ég tæki dæmi þegar ég var að alast hérna upp og ég kannski hugsa tilbaka hvernig það var að vera krakki hérna. Við höfðum ekkert mikið, við byggum okkur eitthvað til og akkur vorum við að búa okkur þetta til, það var einhver þörf og það er ekkert nóg að vera bara farandi til vinnu og heim. Það er þessi samskipti manna og menningin er náttúrulega í kjarnan samskipti milli fólks
og þegar fólk á samskipti þá verður eitthvað til og það er það sem skapandi greinar gera og ég held að svona, það sé svolítið svona vitundavakning bara allstaðar og búin að vera undanfarin áratugi, gildi skapandi greina er alltaf að aukast og er alltaf meira verðmætt. Austurland hefur lengi og sérstaklega Seyðisfirði verið í fararbroddi og sýnt mikið frumkvæði í uppbyggingu skapandi greina í tengslu við lungahátíðina og svo núna lungaskólan og þannig að þeir hafa verið góð fyrirmynd og þetta hefur sannlega breiðst út, má segja að það eru bara margir sem eru að vinna skemmtileg verkefni og ekki síður menningarstefna Austurlands hefur auðvitað átt stóran hlut í því að menningarstarf og skapandi greinar hafa eflst. Nú síðan eru skólarnir okkar, það er líka verið að vinna gott starf í framhaldsskólanum, bæði á Neskaupstað í verkmenntaskólanum og einnig í menntaskólanum á Egilsstöðum þar sem er búið að skapa listnámsbraut til stúdentsprófs. Þannig að það er rosalega margt að gerast hér og þar og við þurfum svolítið að ná þessu saman og einhvern veginn fá svona yfirsýn og gefa öðrum yfirsýn yfir það hvað Austurland hefur upp á að bjóða og verða valkostur bæði fyrir fólk sem að vill búa hérna en líka fólk sem að vill koma hingað og heimsækja okkur. Samfélagið er stofnað upp frá mikið teppinráðstefnunin sem var og þar var þessi kraftur og þessi vilji í fólkinu til að halda áfram því það var góð stemming og svona, bara mjög góð skapandi stemming og svona samheldni að hér væri tækifæri og upp frá því var ákveðið að stofna þetta félag grasrótarinnar, fólki sem er búið að vera að vinna í skapandi greinum, hefur áhuga að vinna í skapandi greinum, er skapandi í hugsun og því er svona hugsað að þessu samfélag ætla að fylgja því svolítið svona eftir að styðja við þessa skapandi einstaklinga, efla samfélagið, íta á stjórnvöld á svæðinu eða sveitarstjórnir og skólana líka. Svo líka þessi skilgreining hver er listamaður og hver er ekki listamaður, þannig að við hugsum þetta ekki þannig. Ef þú hefur áhuga að starfa innan skapandi greina og vilt gefa eitthvað af þér, þá hefur það samband. Við erum auðvitað að slíta barskónum allstaðar á Íslandi í þessu og ekki síst hérna kannski út á landi, en við erum að reyna, eins og ég sagði áðan, að halda í við þessu þróun og reyna að nýta í raun og veru þá þekking og reynslu sem að hefur verið hér til staðar. Það er löng hefð fyrir listhandverki á Austurlandi og sérstaklega hérna á Fljótsdalshéraði og ég held að við þurfum bara einhvern veginn og það er það sem við erum kannski að gera einmitt hérna í dag. Við erum svolítið að fara ofan í saumana og skoða hvað er það sem við getum elt og hvað er það sem við getum virkilega unnið með áfram og gert að alvöru atvinnu á þessu sviði og ég er alveg sannfærð að það er hægt en auðvitað tekur þetta tíma. Ég meina ferðaþjónustan, það er ekki eins og hún hafi risið upp á einum degi. Nú við höldum okkur við skapandi greinar og förum aftur í leiklistina og enn er það unga fólkið sem er að gera það gott. Að þessu sinni ætlum við að fjalla nemendur í menntaskólanum á Egilsstöðum sem sett hafa á svið söngleikinn Cry Baby sem fengið hefur nafnið Vælukjói á íslensku. Þessi söngleikur er byggður á samnefndri bíómynd sem gerð var 1990 og naut þá mikilla vinsælda. Ingrid Jónsdóttir leikstýrir en alls koma 40 nemendur að sýningunni. Og þetta er bara, já eins og ég segi, búin að vera mjög skemmtilegu tími, krakkarnir eru mjög gefandi, þau eru ósælega frjó og bara virkilega gaman að vera með þeim. Við erum með heila hljómsveit á sviðinu og lögin eru þau eru ég held þessu 23 lög. Náttúrulega mismunandi hvernig þau eru, sem eru svona kröftug, mikil rocklög og önnur, náttúrulega bara einhverja svona fallegar melodíur. Og við erum með dansa, fullt af dönsum
Það eru hérna held ég 3 mjög stórir hópdansar í sýningunni, þannig að þetta er mjög kröftug, skemmtileg sýning. Vali Kjói hann bara svona töffari, mjög svarlegur gæi og svona aðalgæin í skerjara hópnum sem eru svona vandraúlingar sem að reykja að drekka og rífa kjaft og eru með bara almenn leiðindi og hann þar svona fremstur. Eitt einmana tár fyrir stelpuna sem ég elska. Eitt einmana tár fyrir stelpuna sem ég elskar. Engin stelpa fyrir þinn stóri Kjói minn. Ég heiti Vælu Kjói. Alison mjög svona prúð stelpa. Hún ein af könturunum sem svona góða gengið og prúða. Og hún lítur mjög mikið upp til ömmu sinnar sem Vernon Williams. En hún vill samt innst inni vera ein af þeim og mjög skotin í honum og svona, já, hún mjög feimin og eitthvað. Guð blessi unglingaheimili ríkisins. Guð blessi unglingaheimili ríkisins. Guð blessi varðstjórann. Guð blessi varðstjórann. Guð blessi leyniþjónustuna. Guð blessi leyniþjónustuna. Guð blessi föðurlandið. Guð blessi föðurlandið. Guð blessi landsliðið í fótbolta. Guð blessi landsliðið í fótbolta. Guð blessi foreldra mína. Guð blessi foreldra mína. Guð blessi forsetann. Guð blessi fegurðardrottningu landsins. Guð blessi fegurðardrottningu landsins. Guð blessi mig. Og Guð blessi þig. Slökktu ljósin. Nighty night bossarnir mínir. Þegar þau eru öll hérna dæmd til saka, þá sérstaklega þetta vonda gengi, kærararnir sko. Þá leikir sér dómaran sem hérna heldur ræðu yfir þeim. En helst ég í hljómsveitinu og séum að kalla hana saman. En þetta eru alltaf mikið af lögum sko, þetta er bara söngleikur og já, ég held að séu 20 lög, hvað minni það? Þetta bara rosalega svona típist leikrit stelpu sem langar að breytast og verða cool krakkinn með öllum hinum krakkunum. En það alltaf eitthvað vesen, hún á ömmu sem leyfir henni ekki að vera með þessu fólki því þetta fólk eru vandraúlingarnir í bænum. Þetta er Rómeó og Júlía sko. Hún á kærasta fyrir sem rosa fínn strákur. Það er ég. En hún vill ekki vera með honum. Já. Og það gengur út af það að ég að reyna að fá hann aftur en það virkar samt ekkert og það sýnir alls konar vissum bara. Og já, hópurinn mjög þéttur og góður og það samt ekkert verið neitt dans á rósum allir tíman. Það búið að vera svolítið mikið stress og seinustu viku og var okkur ekki alveg sama þegar það var ekki alveg svona orðið komið eins langt og við kannski vildum viku fyrir frumsýningu en sjálfsögðu þá reddaðist það. Og sýningin gengur dálítið út á það, við erum að hlaupa allt sviðið og bara hérna allan salinn og erum uppi og þurfum að hlaupa út og inn á milli og ég veit ekki hvað. Líka það að leikstjórum valda að hafa enga leikmynd þannig að við erum í rauninni svolítið leikmyndin þannig að við þurfum alltaf að vera tilbúin þess að fara á svið og leika okkar senur. Þannig að þetta er svolítið tempó en gaman. Þannig að hans bara æfingar á hvernig degi og svona stærstan hluta dagsins og sérstaklega núna eftir að verkfallið náttúrulega skall á þá gáttum við nota tíma til að æfa en það er kannski jákvætt og neikvætt en það var mjög gott fyrir okkur hérna að fá smá frí. Allir búin að vera mjög ákveðnir að gera þetta gott og það er bara gengið mjög vel hjá okkur. Maður kemur vel sveittur út úr bæði hléi og svo eftir sýninguna. Hann er mikið dansað og öskrað og sungið, mikil kraftur og það er svona það sem við byggjum svolítið sýninguna og að halda henni uppi með kröftugum leik og snöggum skiptingum og tempói. Og hljómsveitin svolítið tekið með inn í leikmyndina, við erum bara hluti af.
sviðinu, sko. Við erum ekki í mörgum leikritum með hljómsveitum bara bakvið. Hérna erum við hluti af sýningunni. Stökkva í hlutverk. Stökkva með í hlutverk og... Já. Og ég bara hvet alla til að mæta á þessa sýningu, koma að sjá krakkana, það er bara virkilega gaman og hérna eins og einn sagði daginn þegar hún kom hérna, sagði hérna, mér langar bara að fara heim og dansa í stofunni eftir sýninguna. Þetta finnst mér alveg, þetta er flott.